þökkum þér Drottinn fyrir að þú sendir okkur einkason þinn, því að í honum er líf og hann er ljós mannanna. Opnaðu hjört okkar fyrir fagnaðarboðskap þínum, að við hleypum ljósinu inn og bæjum myrkri frá. Við lofum þér og þökkum. Amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði vorum og Drottni Jesú Kristi. Já, Jesaja sagði í fyrri ritningalestrinum: gangið út og greiðið götu þjóðarinnar, því að hjálpræði þitt kemur og sigurlaunin fylgja honum. Já, fæðing Jesú breytti eða endurbætti áætlun Guðs frelsun manna. Og allt Nýja testamentið boðar með einum eða öðrum hætti ríki Guðs. Sigurlaunin sem frelsarinn færir okkur er eilíft líf í ríki hans. Því að þeir sem trúa á Jesú verða endurleystir og fá að búa í borginni helgu sem verður aldrei yfirgefin. Spámenn Gamla testamentisins voru óþreytandi að boða komu frelsarans. Harður og hvass boðskapur þeirra nauðsyn þess að snúa við lífsstílnum og taka til í hjartanum gerði þá ekki vinsæla meðal almennings. Boðskapur Nýja testamentisins er sá sami. Hann er að vísu boðaður á kærleiksríkari hátt, en málið er að við þurfum að taka til í hjartanu og búa okkur undir að mæta frelsaranum. Í Guðspjallinu las ég: maður kom fram, sendur af Guði. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Þetta er boðskapur jólanna. Á hverju ári erum við ekki aðeins minnt á að konungur alheimsins fæddist í fátæklegu fjárhúsi hér á jörðu, heldur erum við einnig minnt á að fæðing hans var uppfylling á spádómi sem var hrópaður út á götu af spámanni Guðs fyrir 1000 árum. Og spádómurinn rættist. Jesús, hið sanna ljós, kom í heiminn. Í 100 ára var koma hans boðuð, en þegar hann kom, þá þekkti heimurinn hann ekki. Hann kom sem lítið og ósjálfbjarga barn. Fáir vissu af komu hans, þess vegna voru það fáir sem fögnuðu honum. Samt kom hann ekki til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Og öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Merkingin á bak við að trúa á nafn einhvers er að trúa því hver hann er. Þá fáum við rétt til að vera börn Guðs sem segir okkur að við verðum það ekki sjálfkrafa. Frá upphafi tímans hefur maðurinn átt þetta val. Við þurfum að velja að trúa á Guð. Hjá Guði er ekki til neitt sem kallast hlutleysi. Jesús sagði sjálfur: sá sem er ekki með mér er á móti mér. Og sá sem safnar ekki saman með mér, sundur dreifir. Kannski er þetta jafn harður boðskapur og hjá spámennum Gamla testamentisins. En niðurstaðan er: við þurfum að taka afstöðu. Í öllum mögulegum og ómögulegum aðstæðum í lífinu erum við alltaf að taka afstöðu. Okkar innri maður metur allt sem augað sér og eyrað heyrir, hvort sem við látum það uppi eða ekki. Fólk getur upplýst aðra skoðanir sínar í ýmsum málum og tala veður, færð og stjórnmál við alla, en Guð er sjaldnar til umræðu. Kannski hefur þetta alltaf verið svona,
Og kannski var það ástæða þess að Guð setti það í hjörtu spámanna að hrópa boðskapinn út á götu, svo að enginn missti af orði Guðs. Spámennirnir voru útvarp þess tíma og allt til okkar tíma hafa menn þurft að finna ákjósanlegasta farveginn til að flytja boðskapinn áfram. Og það þarf að flytja hann af lifandi krafti til að vekja alla til trúar á ljósið sem kom í heiminn á jólanótt. Við heyrum oft að Guð sé hinn sami aldir. Það er gott, því að þá getum við treyst því að Guð breytist ekki. Boðskapurinn er líka sá sami. Hann breytist ekki heldur. Hann aðlagast ekki þjóðfélagi eða þjóðflokkum. Hann breytist ekki eftir aðstæðum manna, litarhætti eða kynferði. Hann er alltaf hinn sami. Að vekja alla til trúar á ljós heimsins. Já, alla. Guð fer ekki í manngreinar álit. Jesús sagði, ég er ljós í heiminn kominn, svo að enginn sem á mig trúi sé áfram í myrkri. En munið, rigningin sagði að heimurinn þekkti hann ekki. Og enn þekkir meiri hluti jarðarbúa hann ekki. Það er stór munur á því að þekkja einhvern eða vita hver hann er. Eins og það er stór munur á kunningja og vin. Boðskapurinn sem Jesús flutti okkur færir okkur þekkingu á honum. Ef við þekkjum boðskapinn, þá þekkjum við vilja Guðs. Ég sagði áðan að spádómar Gamla testamentisins fæðingu Jesú hafi ræst. Þess vegna eigum við líka að taka framtíðarspár í Jesú alvarlega. Þær munu líka rætast. Allar dæmisögur hans fjalla ríki Guðs. Þennan boðskap sem við köllum fagnaðar erindi. Góðu fréttirnar ríki Guðs. Og hvað þarf til að komast þangað? Já, nú eru enn einu sinni komin jól. Og við erum komin í kirkju, þar sem við fáum boðskapinn beint í æð. Og í dag fögnum við hátíð ljós og friðar. Við fögnum ljósi heimsins í svartasta skammdeginu. Því hann er hið sanna ljós sem lýsir sálinni. Hann er ljósið sem skín í myrkri heimsins. Það er engin tilviljun að Jesús sagði að hann sé ljós heimsins, brauð lífsins og lækur lifandi vatns. Þetta eru táknmyndir fyrir líf. Ekkert líf þrífst án ljós og næringar. Og þessar táknmyndir trúarinnar eru andleg næring og játning sem gefur eilíft líf. Á jólum finnum við svo vel fyrir helgi biblíutextana. Það gerist eitthvað. Allt í kringum okkur fær aðra merkingu. Heima eru kertaljósin ekki bara kertaljós. Og matarilmurinn er ekki bara matarilmur. Okkur finnst hátíðleikinn liggja einhvern veginn í loftinu. En hann er ekki þar. Hann er innra með okkur. Hátíðleikinn er í hjarta. Því jólin eru tími gleði og friðar, tími minninga og tími saknaðar vegna þeirra sem hafa hvatt okkur. Við sendum kveðjur til vina og kunningja, njótum samvista við okkar nánustu, borðum góðan mat og gefum gjafir. Þess vegna fer vel á því að minnast á það að nóttina sem Jesús fæddist fékk allur heimurinn gjöf frá Guði. Við fengum öll sömu gjöfina, Jesú barnið í jötunni. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð gaf sína dýrmætustu gjöf sem er ekki hægt að pakka inn
og ekki hægt að taka við nema með hjartanu. En þegar við höfum tekið við þessari dýrmætu gjöf, hefur náð Guðs frelsa okkur. Þá erum við endurfædd börn hans og þá höfum við af fúsum og frjálsum vilja gefið Guði það sem er honum dýrmætast, okkur sjálf. Og Guð elskar glaðan gjafar. Jólin minn okkur á hver er frelsar okkar og að það skiptir miklu máli að taka ákvörðun hverjum við tilheyrum. Því að Jesús er ljós eilífs lífs, eins og Jesaja skrifað og var sungið áðan, á honum hvílir höfðingja dómur. Hann er konungur alheimsins og aðeins í gegnum hann eignumst við eilíft líf. Við ættum þess vegna að biðja og þakka Guði fyrir ljós heimsins á hverjum degi. Drottinn Jesús Kristur, þú ert hið sanna ljós sem lýsir öllum þjóðum. Lát birtu þess einnig ljóma inn í hjörtu okkar á huga, svo að í okkur verði ljós af þínu ljósi til að lýsa upp myrkur þessa heims. Því að þú lifir og ríkir með Guði Föður í einingu heilags anda að eilífu. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilagum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldur alda. Amen.